Alla daga ársins fæst hópur fólks við að skrifa bækur á þessu landi. En það eru bara sumir sem geta lifað af því og það er áratugaskeið höfum við deilt það hvernig við úthlutum ritlaunum og í síðustu viku þá kom hingað Valur Gunnarsson sagnfræðingur og rithöfundur og greindi frá því að hann hefði bara einu sinni fengið 3 mánaða ritlaun en að öðru leyti þá sækir hann ár eftir ár og skrifar hellinga bókum og sumar þeirra eru bara mjög góðar og hann er ekki að gera neitt annað en hann fær aldrei ritlaun og hann lagði sem spilin á borðið og ég hafði samband við marga í kjölfar okkar spjalls í síðustu viku og þar á meðal formann rithöfundasambandsins Margréti Tryggvadóttur og hún er komin hér á rauða borðinu ásamt Val aftur, við ætlum að halda áfram að ræða þetta mál. Vertu velkomin Margrét. Takk hella. Stuttumáli þá sem sagt sagði Valur hér daginn Já. að það væri alltaf hætta á því að svona geðþótti, tengsl kultúrist kapital sem erfist jafnvel og svona að allar þessar breytur hérna í fámenna landinu okkar Við þekkjum það. já, hafi áhrif og hann á sér sannarlega marga skoðanabræður slatti af rithöfundum hefur haft samband við mig og rætt við mig off record þetta viðtal hans Vals og menn hafa svona verið með alls konar skoðanir á því margir tekið undir það sem hann segir en það sem er áberandi er að fólk vill ekki tjá sig þetta opinberlega Já. og hérna þegar ég hafði samband við þig þá bentir þú mér á að ritlaunanefnd væri andlitslaus þetta væri Nei, hreint ekki. Jú, þú sagðir það Nei, ekki andlitslaus. Það er orð bara sem myndi aldrei nokkuð að nota nokkar manna því ég hef svo sjónrænt minni að ég get ekki eins og setja fyrir mér. En nei, það veit enginn fyrirfram hver er í nefndinni. Einmitt. Og þú sagðir þetta er stjórnvaldsákvörðun. Já. Það var það sem þú sagðir. En Val finnst þetta nefnilega ekki vera stjórnvaldsákvörðun. Ég náttúrulega get bara, fyrsta lagi, Rithöfundasamband Íslands hefur mjög lítið með þetta að gera. Lögum samkvæmt ber okkur, og nú mikrofónin hérna alveg, heyrist ekki alveg í mér samt. Já, hann er síðan aðeins hann er aðeins hérna prófaði aðeins að lyfta undir hann síðan niður eftir en allavega, eina sem að eina aðkoma okkar að þessu er að lögum samkvæmt eigum við að tilnefna þessa nefnd það finnst okkur algjörlega ótækt og fáránlegt vegna þess að við í stjórninni erum alltaf sækjum hvað gerum við og höfum gert núna árabil og BÍL hefur líka mælst til þess að aðildarfélög BÍL, sem Bandalags íslenskra listamanna, fylgi okkar fordæmi og gerir þetta líka, meðal annars með ályktun frá 2016. Stjórnin velur valnefnd. Við veljum eitthvað fólk sem hefur vita á þessum málum, þau finna 3 manna nefndina. Þannig að við í stjórninni, við vitum ekki hverjir verða í úthlutunarnefndinni. Úthlutunarnefndin er stjórnvald. Það er bara, lögin eru bara þannig, það er stjórnvaldin. Þessi 3 manna nefnd, hún er stjórnvaldin og þetta er stjórnvaldsákvörðun hvernig er úthluta hverju sinni. Þegar að stjórnvald tekur, svona nefnd tekur sem sagt ákvörðun, samkvæmt stjórnsýslulögum, þá ber henni að byggja það á gögnum. Gögnin eru umsóknin. Þannig að ef einhver höfundur nú náttúrulega er ég ekki að tala neitt ákveðin höfund, ég bara segja það. Ef einhver skilar til dæmis ekki inn einhverjum kafla gagnanna, þú átt að senda inn ferilskrá og þú gleymdir að senda það viðhengi, að þá má nefndin ekki að segja, hérna Jón Jónsson, hann náttúrulega, bara búin að fá fullt af verðlaunum og fullt af bókum. Við vitum auðvitað, hann er alveg ritfær maður og hefur, sendt frá sér marga bækur. Henni ber bara að horfa á umsóknina og hvernig hún er. Inn á listamannalaun.is, nú eru þessi lög, þau sem sagt eru sett 2009, taka gildi 2010, fyrsta úthlutun 2011. Og það sem gerist þá er að það fyrir undir Rannís. Áður var þetta bara eitthvað staðar í Þingholtunum
og manst kannski eftir því, ég sótt þar og fekk til dæmis alltaf nei, en allavega það er önnsa. En þá var þetta, þú veist, það var þetta ekki eins fast í reipum. Stjórnsýslan í kringum þetta breytist mjög mikið. Mjög margir rithöfundar hafa gagnrýnt að þetta sé undir rannis og þetta sé bara allt einhvern veginn gert með reglustrikum og eitthvað svoleiðis. Það er í raun ekki heldur þannig. Hins vegar eru matskvarðar og það er fylgst með því að þeir sem eru í nefndinni, það er til dæmis hæfi þeirra allra er skoðað. Þeir vita þetta ekkert, þú veist, fólk gefur kost á sér í svona nefnd og það hefur með sér komið upp að því að þetta þá að vera leyndarmál hverjir í nefndinni að maki viðkomandi hefur sótt og þá er náttúrulega viðkomandi, þú veist, og þetta er að gerast í myndlistinni en ekki í ritlistinni, þá er viðkomandi náttúrulega bara vanhæfur og það þarf einhvern annan í nefndinni í staðinn. Þetta er að fyrsta sem er skoðað. Getur þetta fólk miðað við þær umsóknir sem berast, getur þetta fólk tekið ákvörðun En þetta er ekki bara þannig, þetta er bara pottur. Það eru ákveðnir lögbundnir fjöldi mánaða og það er bara þannig að ef einhver er vanhæfur í þessu, þú veist, það er ekki hægt að hann víki bara vegna þess að þú veist, þegar að frænka hans er hann undir, að þá ætla hann að víkja fundi, en þess að allar aðrar ákvarðanir geta, þú veist, valdið því hvernig þetta raðast. Ég held bara að allt þetta og svona dæmi hljóta komið upp summi augljós, sem minni augljós. Já, þau eru bara óhjákvæmilega og svolítið innbyggð í kerfið. Við erum náttúrulega með óbúslega lítið samfélag. Nei, þess vegna held ég að vandinn sé bara sá að setja málið í nefnd. Já. Við ættum raunverulega að vera skapandi fólk reyðbúkvæslega að hugsa eins og hugsa aðeins bara upp á nýtt. Hvernig er best að deila svona út? Já. Og ef það er 3 manna nefnd, alveg sama hvaða einstaklingar það eru, þá munu alltaf, kannski pólitík, kannski persónuleika, kannski tengsl, bara listrænt smekkur. Já. Hlýtur að spila inn í óhjákvæmilega. Þannig að þetta er alveg óðbúslega mikil völd sem að þessi nefnd fær. Já. Og raunverulega algjört vald, alveg þess vald yfir því hvaða listaverkunum vil að fá að vera sköpuð næsta árið. Já. Af því að það sem hefur fjárveitingavaldið, hann hefur það er alveg rétt. Leiðir ritstjórnvald raunverulega. Það er inn á, nú er ég ekki talsmaður rannis, ég er ekki fyrir þau og þau eru með mjög góðan vef sem bara inn á rannis og það er að fara inn á listamannalaun.is. Það þarf aðeins að fara að króka leiða því að það er umsóknarfresturinn ekki. Þetta er svona með allt meira áberandi með að það er. Þar er hægt að sjá bara fyrir þennan hlut í umsókninni eru 30% stig. Fyrir nokkrum árum voru teknar upp ákvörðunartextar í svarbréf. Það var ekki áður og maður fekk alltaf bara feikilega niðurbrjótandi svar. Alveg bara, það var eiginlega bara, þú bara fékkst ekki laun, þú ert ömurlegur og það er ekki hægt að kæra þessu ákvörðun. Það var eiginlega alltaf, ég klitt einhvern út fyrir því að því að í upplýsingalögum er undantekning á því. Ég hef meðal annars barist fyrir því að sé einhvers konar endurgjöf. Þannig að þeir sem sækja fái einhver texta. Var ég að gera eitthvað vitlaust? Þú veist, vantaði eitthvað. Þarf ég einhvern veginn að gera eitthvað annað í staðinn. Og þetta var tekið upp það hefur sem búið að gera þetta tvisvar. Fyrra skipti voru ekki stælaði textar, heldur hver nefnd, hvert stjórnvald, sem sagt, setti bara sína ákvörðunartexta þótt að Rannis hafi lagt eitthvað grunn. Ein nefndin klúðraði því svolítið og setti út texta sem að sumum bara fundust dónalegur og persónulegir og það var ekki rithöfundar. Þá voru ákveðnir staðlar, þetta er bara af rannis.is og inn á listamannalaun, staðlaða textar. Þá getur fólk bara séð hvar það var hvar það rankaði, þú veist, og hvað það var. Svo getur fólk líka, að því að við erum með upplýsingalög á Íslandi, það getur beðið að fá gögnin sem að nefndirnar voru með og þá sér það bara, þú veist, einhvernir sem að, Hefur þú einhvern tímann kallað eftir einhverjum upplýsingum og rökstuðningi?
Nei. Það ekki hægt að fá rökstuðning en það hægt að fá vinnugögn samkvæmt upplýsingalögum. Eða sem sagt gögnin sem þetta byggir á. En þannig verið að reyna að gera eitthvað vísindalegt sem að faktist ekki vísindalegt. Það það ekki. Þess vegna skiptir bara svo greiðlega miklu máli í þessu og nú aftur, ég bjó ekki þetta kerfi til en ég er að reyna að láta það virka betur allavega. Það alltaf að reyna að lappa upp eitthvað kerfi sem að En allavega, það sem lykilatriði að mínum að þessu öllu saman að það eru 3 í þessari nefnd, það er ekki einn nefndvaldur. Það getur enginn verið í þessari nefnd lengur en 3 ár og þetta alltaf róterandi þannig að þetta aldrei sama fólkið. Síðan að ég byrjaði í stjórn Rithöfundasambandsins hefa 2 ákveðnir hópar listamanna verið talið að það sé búið að setja þá út í kuldann. Fyrst voru það sem sagt eldri listamenn, þeir voru sannfærðir það var eitthvað undirliggjandi markmið að enginn yfir 67 ára eða 70 ætti að fá. Núna síðast voru 11% fengu sem voru yfir 70. Hinn hópurinn voru kallar á miðjum aldri sem voru alveg sannfærðir að það væri bara verið að útrýma þeim. Svo var ekki, ég held að sé ekki, ég held einmitt að þar, af því að við erum öll mannleg, það komið einn persónulegur smekkur nefndarinnar og þess vegna skiptir svo miklu máli að það séu róterandi, þetta sé ekki alltaf sama fólkið, en bottom line í þessu, það eru allt fáir mánuðir og það er eitt sem að, ég nefnilega tók eftir í spjallunum við þig og það var þetta ár 2020 og ég bara tók saman gögnin með það. Hérna eru súlur og það er náttúrulega skoða þetta betur en á rannis.is í gagnagáttinni þar að það var nefnilega auka úthlutun og sjáu hvað gerist. Það gerist hérna að í venjulega ári að þá eru frá 764 að sækjum og það voru 1033 eða 8 umsóknir, ég skrifa svo ítli síðan vall sjálf, síðast. 2020 komu 2694 umsóknir. Það var alveg náttúrulega vel bætt í, það voru 587 sem fengu úr úthlutað, en þú veist, við erum bara með allt og fáa sem að fá, árangurshlutfallið er 20%. Það er aðeins hærra í rithöfundum en mörgum öðrum stéttum, en það bara, við erum með allt og fáa mánuði. Og ef við skoðum svo líka, ég kom með öll gögnin, við sjáum það. Ég er alveg vel undirbúin hérna. Ef við skoðum fjölda mánaða, þetta eru gögn sem að BHM og Virka gerðu fyrir mig, á hverja 10.000 íbúa. Þegar kerfinu var fyrst komið á 1990, fyrstu lögin eru 93, úthlutað 94. Eða 92 voru þeir samþykkt taka gildi 93, úthlutað 94. Þá voru 15 rithöfundar á hverja 10.000 íbúa og svo var sem sagt tröppugangur í auka þetta, hæst fór þetta í 20 rithöfunda á starfslaunum á hverja 10.000 íbúa. Ég held þetta séu rithöfundar frekar en mánuður. Kannski þetta mánuður, jafnvel. Núna erum við í 14 eða 15, núna erum við í svona fjölgun. Þegar hún komin að fullu til gildi 28, þá erum við 16. Við erum á sama stað og 1995. Af því okkur hefur fjölgað svo mikið að kerfið stendur í stað. Þetta er vandamálið. En ekki það þessu sem þú segir, Margrét, þótt þetta séu fínt og málefnilegt innlegg og mjög fræðandi og þótt við séum auðvitað öll sammála það að við myndum vilja fá miklu fleiri mánuði til þess að deila út á með listamanna. En það er alls ekki allir sammála það. Býta aðeins má ég aðeins klára að ekki það sem þú segir útskýrir að hverju sumir umsækjendur, sumt fólk, eins og þessi þarna, Valur Gunnarsson, leggur allt undir fyrir sína list ár eftir ár eftir ár eftir ár, áratug eftir áratug, skrifa flottar bækur, rockstjarna í huga sumra Íslendinga og á aldrei séns. Og það er sama árið 80% af öllum sem sækjum. Þeir 80% af öllum sem sækjum fá ekki. Þetta er vandamálið.
Nei, sko, það náttúrulega, Valur búin að skrifa 10 Já, bækur. þú veist ekki við hverja, ég hef ekki séð hans umsókn, ég hef ekki séð neina umsókn nema mína Nei, eigin. vandinn Og það er ekki hægt að setja þetta upp á vandinn við þetta bara að einstaklingsbálsins byggja, og- jú, það nefnilega hægt að vera það. Einhvern tímapunkti ætti manneskja að segja rétt. Vandinn það að þetta eru umsóknir sem byggja á einhvers svona geðþóttamati samtlenni settu. Nei, alls ekki Nei, ég geðþóttamati. held að við myndum hugsa þetta. Alls ekki. Alls Ég held ekki. að hafi verið svolítið í gamla daga, en ég Já. held að sé ekki þannig Það er núna. alltaf verið að reyna að lappa upp á þetta kerfi. Já, Sko, ég held já. í stað þess að þetta er raunverulega á gjafaformi. Þannig í stað þess að hafa gjafir þá ætti þetta að vera laun. Laun virka Já. þannig að þú vinnur einhverja vinnu og síðan fyrir að borga fyrir þá vinnu. Í staðinn kom einhverja 3 jólasveina saman í hverjum desember og útluta 300 milljónum króna Já. eftir eigin Já, sem er geðþóttamöguleika náttúrulega og fáránleg upphæð. engin veit fyrirfram hver fari í skóin og hver fyrir jólaköttin. Það er- Þannig ef þetta væri meira vinnu fyrir að koma á þessu, þá gætur við vitað fyrirfram hvað þú þarfst Já. að gera til þess að fá útborgu endan. Það er ekki annað vinnustæðar sem þú getur rætt við kollegana og sagt hérna, hvað finnst þú ekki útborgu þessi mannum? Nei, nákvæmlega. ég fekk fullt. Þetta er við alveg Ertu að fullkomlega segja, Valur, að þú sammála. viljir það sem meira hort bara til verklegrar framkvæmdar? Ég held að að fyrsta lagi þá er bara verið svolítið skýrt hvað þú þarfst að gera. Þannig að þú komist einhvern tímann á þann stað að þú eigir hreint og beint bara rétt á ritlunum, já. Ég held líka, bara fyrsta lagi er ekkit örugt að besta umsóknin verði besta verkið. Listinn virkar ekki Það er þannig. aldrei þannig. Og ég Nei, meina en þú af því getur að við einhvern getum veginn ekki- starfslaun og lappa fyrir bíl og þú veist, Já, en að því við vitum ekki sko hvernig það er ekki, einhver getur verið mjög góður að gera umsóknir en skrifa eftir mikla bækur, einhver getur verið mjög slæmir að gera umsóknir og skrifa frábæra bækur. Er þá ekki best bara að miða við eitthvað annað, til dæmis fyrir störf eða eitthvað slíkt já, sem það að er hlýtur að praxis að gera? fyrir störf eru 30% eins og þetta er í dag. Já, Já. Það er þannig, það er bara Já, en væri þetta bara CV-ið gott að hafa er eitthvað, þar. þannig að fólk Já. getur ekki lent í því sem að ég er að lendi í, Mhm. að skrifa bækur alla æfi, góða bækur, velmetna bækur og og fá aldrei rillun. Og hvernig stendur á því? Því að nú hef Já. ég fengið styrk frá Hagþengi, ég hef Já, fengið já. styrk frá Danska Íslandsfond, ég hef fengið fræðimannssjóðinn, ég hef fengið frá myndisku bókmennta. Ég Þannig get að það ekki er svara fyrir því af hverju þú farið en ekki en Já, einhver annar á fær. einhverju tímapunkti hlýtur ekki vera hægt að svara því á einhverjum tímapunkti. Af hverju sumir fá alltaf og aðrir fá aldrei? Það náttúrulega er alls ekki þannig að sumir fái alltaf. Nei, sumir fá Og þannig meiri óbúðslega oft og aðrir meiri fá segja óbúðslega- þeir sem hafa verið gerðir svona að blóra böglu fyrir allt kerfið, ég bara nefni sérstaklega Andra Snæða Magnússon því við erum bara öll með hann í huga, þú veist, hann er á 6 mánuðum núna, þetta er náttúrulega bara fáránlegt, sko. Það sem er fáránlegt er það að nú erum mánaðamót aftur. Já, já. Við komum einhverjum einasta mánuði. Ég þarf að borga 60.000 kall í vísareikning. Ég á 70.000 kall. Það reddast, en síðan þá þurfum að borga símreikning líka. Og ég þurfti að reyna að aftengja beingreiðsluna svo þetta fara nú út á kortinu, frekar heldur en símreikningnum, þannig að það myndur frekar eitthvað símanum heldur en kortinu. Og síðan Já, ég bara, þú veist, þín stað er bara ekki góð. Þú veist, veit ekki neitt rithöfund sem hefur eiginlega ekki verið þarna. En þetta, Nei, en það hefur engin annar verið þarna í 20 ár. Ég bara, það er alltaf að byggja meiri það pening. er ekki rétt, Valur. Veistu það, ég vil sérstaklega nefna til dæmis myndhöfund Þeir og eru bóka. ekki margir sem sem sækja eru bara eins og Valur ár eftir ár eftir ár eftir Hvað ár veist þú eftir um það, ár. Björn? Ég bara Og veit Það skrifa- kemur ég bara veit það. aldrei Ég bara fram. veit það. Það kemur aldrei fram. Ég held að þeir séu bara ekki kannski, sko nú ætlum ég bara að taka upp til dæmis hanskan fyrir myndhöfundabóka sem að falla á milli kerfa, eru ekkert minni höfundar en ég og Valur sem skrifum texta og nauðsynlegu hluti, þeir eru ekki að fá úr myndlistasjóðunum og þeir eru að fá nánast aldrei heldur úr sjóði rithöfunda. Þeir eru alltaf nánast annara 2 höfundum, þannig að þau fá helmingin af höfundagreiðslunum og þau fá, þar aukir þetta barnabækur sem seljast minna og eru ódýrar þannig að eru minni höfundagreiðslu til að væri byrja þá með. ekki hægt að taka upp eitthvað kerfi þar sem að þú gæti nokkuð vita hvað þú þurftir að gera. Af því að þú veist, þetta kerfi mun alltaf vera umdeilt. Það koma eldri höfundar, yngri höfundar, neðandöfundar, segja alltaf. Það væri til dæmis alveg hægt að fjölga bara mánuðum svona 200%. Ég held að það sé alveg full þörf á því. En núna var mánuðum fjölga árið 2020 Já, og það gagnaðist mér ekki mikið. Nei, já,
2020 þú veist, þá þetta í raun tvöfaldað. Ég veit ekki ekkur, þú fékkst ekki þá úr seinni úthlutinu sem var þar árið. Nú verið að fjölga mánuðum aftur, en eins og ég bendi hérna á, við verðum komin, þegar það kerfi komið að fullu fjölgunin, þá erum við með 16, þetta eru fjöldi mánuð, 16 mánuði af listamannalaunum á hverja 10.000 íbúa í landinu. Þetta eru ekki höfundur, þetta eru 16 mánuðir. Nei, ég er nokkuð vissum að það breytir mínum höfum ekki neitt. Nei, en já, ef að þú myndir fá 200, ef þetta eru 200% aukning á mánuðum, heldur þú myndir ekki fá? Við getum ekki verið vissum það, vegna þess að við vitum fyrirfram aldrei hver fái. En væri ekki sniðugt að hafa eitthvað kerfi, þar sem að við vitum fyrirfram hver hefur unnið til hvers. Já. Og þá myndum við líka taka þetta raunverulega ritskoðunarvald. Ég held að sé ekkert ritskoðunarvald í þessu. Það er óhjákvæmilegt, það er ekki meðvitað. Þegar einhverjir einstaklingar ákveða hvaða verk fá að vera til eða hvað ekki, þá hafa þeir raunverulega alræðisvald yfir menningu. Við vitum að reyndin er róterandi. Ég er sammála þér að persónulegur smekkur kemur alltaf þarna eitthvað auðvitað, af því að við erum mannleg. Þess vegna skiptir svo miklu máli að þetta er aldrei sama fólkið. Það er alltaf kemur þetta er róterandi, enginn getur verið en hvernig væri bara miðað við eitthvað annað, þetta er persónulegan smekk. En er þetta samt ekki sko? Því að ég nefnilega mjög hrifin af því sem að Norðmenn gera. Þeir eru með til dæmis innkaupakerfi fyrir bókasöfnin. Það held ég að vera mjög gott. Og það við í Rithöfundasambandinu höfum beðið þetta. Vegna þess að það er bara í raun nákvæmlega svona. Ríkið kaupir eða innkauparsjóðurinn kaupir ákveðin einstaka fjölda af hverju útgefnu verki. Þó samt með takmörkunum, það er til dæmis bara 1 verk á ári eftir hvern höfund. Og þetta er sem sagt fast verðlag, þetta er ekki útsöluverð, en það er hægt að hnika því 20% upp eða niður eftir umfangi verka. Og þessi greiðsla, hún skiptist nokkuð jafnt á milli höfunda og útgefenda, að meðan að við erum að fá 23% af heildsöluverði bóka eins og þetta er í dag. Þetta er að gefa í raun hverjum höfundi kannski svona 1,5 milljón í Noregi. Þetta væri bara alveg frábært, algjörlega frábært, en þetta kemur ekki í staðinn fyrir listamannalaunakerfið og það þarf bæði að hækka greiðslurnar þar verulega því að þetta er langt undir fátæktarmörkum og þú veist, fólki bannað að vinna við annað á meðan. Það má vinna 30% á þess að það sé skilgreint. En Margrét, sko, þú hefur séð til dæmis í heimildinni sem að greindi lögheimili þeirra sem að fá listamannalaun. Það er sko, ef þú ert með enga ætt og kemur að engu fólki. Það held ég að sé leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund. Viltu leiðu mér að tala í smástund? Já, ok. Ég byrja aftur. Þú hefur séð kort af því að af nokkrum götum í Reykjavík og eitthvað svona þar sem er margir höfundar. Viltu leiða mér aðeins að tala? Aðeins að þú truflir mig. Já. Þú hefur séð kort af því að þeir sem þiggja listamannalaun, þeir búa svona mjög mikið á sömu stöðunum. Þú hefur heyrt í öllu fólkinu sem kemur utan á landi og segir að vegna þess að það hafi ekki tengingar við svona þessa strauma, við þessa menningar elítu sem að sjá kjötkallana, þá eigi það aldrei séns. Þú hefur heyrt þá umræðu að því þú horfðir á síðasta þátt. Já. Þá heyrðirðu það sem Valur sagði börn einhverja sem eru eitthvað sem starfa á ritstjórnum. Þú hefur heyrt að nálægðarvandinn í öllu hér á Íslandi, ekkert síður í listamannakreðsunni heldur en öllum öðrum kreðsum, bankakreðsum, matvælakreðsum, bara það er alveg sama hvað það nefnir. Blaðamannafélagið. Blaðamannafélagið er mjög næmt fyrir því að sama fólki þar fær sömu bitlingana, sömu styrkina, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum, býta aðeins, er ekki búinn, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum verðlaunað af sama fólkinu og svo framvegis, þannig að í ljósi alls sem ég er að segja og þess sem að Valur ræddi síðast, þá er hættan á því að svona einhver klíkuskapur, einhver hópur fólks, einhver andi sem er ráðandi það hverjir séu verðugir og hverjir
ekki. Það mikil hætta á að það verði meðvitað eða ómeðvitað einhvers konar mengun. Já, en nú ætlum ég bara aðeins að segja, því að það vill svo skemmtilega til að Rannís sem tölfræði þetta. Og vitið hvar á Íslandi árangurs hlutfallið í listamannalaunin hæst. Mér sýnst að vera hjá Íslendingum sem búa í útlöndum. Og í öðru sæti það á Vestfjörðum. Árangurslutfallið, hér er ég bara með töflu, þið geti kynnt ykkur þetta. Þið geti séð árangurslutfallið, þeir sem eru erlendis, þeir slaga einn í 40%. Næst eru Vestfirðir, sennilega svo næst höfuðborgarsvæðið. Það sem ég held að sé miklu búa náttúrulega bara 5.000 manns á Vestfjörðum, þannig að það er bara eina umsókn sem fyrir gegn. Eiríkur Norðdahl þarna, ég menna hann er bara en sko, það eru alls konar svona breytur sem að hafa líka áhrif þegar ef umsóknir eru jafnar, að þá ber nefndinni, stjórnvaldinu, að taka tillit til minnihlutahópa til dæmis. Og ef það hallar á konur og kona og karl eru jöfn, að þá ætti konan að fá. Ef það hallar á einhverja landshluta, þannig að það á að vera jákvæð mismunun innifalin á þessari örlitlu margju þar sem að, þú veist, einhverjar umsóknir eru jafnar. Þessi hætta verður alltaf fyrir hendi. Já, en hvernig, þú veist, þetta Akkur má fólk ekki bara fá borgað fyrir sína vinnu? Ég minnst það bara alveg prýðileg hugmynd og ég hef talað fyrir því að við tökum upp þetta norska kerfi. Við heldum heilt málþing þetta fyrir 2 árum. Bara, ég veit ekki hvort þú komst þar, en punkturinn er alltaf sá sami og hann er sá að sko 3 manna nefnd sem að hefur algjört alræði yfir bókmenntum heillar þjóðar, það getur bara einfaldlega ekki verið mjög heilbrigt. Og þegar þetta kerfi var upprunalega tekið upp á millistríðsárunum, þá var þetta náttúrulega þingið sem gerði þetta. Það var þingið sem gerði þetta, en þá voru þeir held ég ekki að fara yfir umsóknir, hvað segir þú Alda minn, alltaf þú að fara að skrifa bókum sauðfjárbændur fyrir austan, það hljóma nú ekki mjög spennandi. Þannig að þegar einhver annar aðili fyrir að ákveða hvaða bækum er að skrifast, það er ekki gott, það er ekki gott fyrir listina. Það sem að Bjössi var að lýsa áðan, þetta bara flokksgæðinga samfélag, þetta var eins og þetta var. Þetta er ennþá 3 manna nefnd. Þetta er ennþá 3 manna nefnd. Þetta er alltaf nýtt og nýtt. Já, það skiptir ekki máli. Þetta er ennþá 3 manna nefnd sem ræður bókmenntir þjóðarinnar. Það hætta á að taki við ákveðnum anda. Það er hætta á að... Það er bara óhjákvæmilegt að hvernig verður bara treyst að vinnu fólks? Ég er bara alveg sammála því að ég myndi mjög gjarna vilja fá svona kerfi eins og er í Noregi. Við erum öll sammála það, en með þessi ritlaun, kemur aldrei staðinn fyrir þetta. Nei, þess vegna þurfum við líka að hugsa þetta kerfi, að það getur ekki verið heilbrigt að fyrir neitt raunverulega að þú þurfir að leggja hugmyndir þínar fyrir einhverja nefnd sem að getur ekki metið hvort hugmyndin sé góð eða ekki, hvort það verður smekks eða hvernig hugmyndin er metin. Akkur má ekki bara vinna fyrir kaupinu eins og gert í öllum öðrum gærum. Það er bara ef þú kemur upp með hugmynd af slíku kerfi. En þú ert þá ekki að selja mér hana, þú ert að selja stjórnvöldum hana. Já, það er kannski einhver að horfa hana. En er það ekki eðlilegt að bara með minn eigin feril, ég skrifaði eina bók sem tók mig mörg ár, Konungur Norðsins, kom út 2007 og hún seldi ekki neitt, þegar ekki ágætist dóma. Það hefði verið gaman á 3 mánaða laun þá. Síðan liðu 6 ár, þannig að ég fekk annað tækifæri og skrifa bók sem heit Síðasti elskhugi, sem var kannski svona ákveðið stílegt skrifa fram á við en seldist heldur ekki neitt. Það hefði verið gaman að fá 3 mánuði þá. En síðan kom 3. bókin, 10 árum seinna, 2017, sem heit Örninn og fálkinn, sem seldist vel, var mikið lánuð út og mikið lánuð út á bókasöfnum, framhaldsskólum, mikið lesin á úlingstrákum sem mega alveg við þegar að lesa meira. Þá finnst mér bara að ég hefði átt kröfu á að fá 3 mánaða laun fyrir þetta 10 ára starf. Ég var líka búin að skrifa í bara örugglega í
mest að kosti áratug á, en ég fekk í fyrsta Já, ég er búin að skrifa í 2 áratug. Þú veist þannig að það er enginn að toppa mig í þessu. Ég held að reyndar að það sé fullt af fólki. Það er ekki fullt af fólki, það er kannski einhver. Það eru bara mjög margir sem hafa samband við mig. Já, og kerfið er ósanngjarnt og þess vegna hefur fólk samband. Við erum saman það að kerfið sé ósanngjarnt, en af hverju getum við ekki rætt aðra möguleika? Við getum alveg rætt það. Ég var að segja að ég væri bara mjög hrifin af því að vera til dæmis með norska kerfið. Við skulum gera það við getum, en við erum líka að ræða þessi listamannalaun og hvernig við fyrirkomum þeir. Því að þú segir, það er alltaf einhverjir... Listamannalauna getur ekki verið, þetta eru í grunninn verkefnastyrkir til þess sem þú fáir áður en verkefnið verður að veruleika. Sem að held ég sé ákveðin innbyggður galli í kerfið. Það getur vel verið. Þetta eru eins og allir verkefnastyrkir í vísindum og skrifum. Sem að einmitt er gallin vegna þess að sko í vísindum þá er mjög eðlilegt að þú sækir styrk, má ég? Já, allt í lagi. Í vísindum og fræðum er mjög eðlilegt að þú sért með hugmynd að rannsókn og þú sækir fyrir þá rannsókn og þú fyllir út hversu langan tíma rannsóknin mun taka, hvað það er að gera í hvað mánuð og svo framvegis. Þannig virka fræðin. En það að bókmenntir séu sama fyrirkomulagi, þar sem að hugmyndin getur verið misskýr, kannski mjög frá, kannski er hún svo absúrd, kannski fjallar mann sem fyrir út í skó og skýtur og fer síðan og gerir byltingu í innanríki. Hljómar alveg svo algjört bull, en er ekkert klassík íslenska bókmynda. Það getur alveg verið það, já. Hugmyndin getur bara svo frjó, en staðan þurfa allir að skrifa sér í áttina að nefndinni og síðan náttúrulega er þetta endalausa eyðublað með þetta að fylla út hvað það er að gera í hvaða mánuði, það er eitthvað 30%. Einhver einasti rithöfundur veit að þetta er algjör þvæla að það skiptir þetta ekki máli hvað að gera í hvað mánuði, heldur hvert endið endilega verkefni er. Á leiðarenda, en við, að því nú sit ég í stjórn Bandalags íslenskra listamanna, þar sem eru formenn alltaf þessara fagstéttarfélaga og við fundum reglulega með stjórn listamannalauna og Rannís og ráðuneytinu og það hefur verið til dæmis uppi svo hugmynd, við höfum lagt mikla pressu á að flýta ákvörðinni, því eins og þú nefndir í þínu viðtali, þá er ekkert verið en að fá þessar fréttir í janúar, að þú sért ekki laun það á. Nei, ég skal takka ykkur fyrir það að fá höfnunni í desember í staðinn. Það er fullkomlega ömurlegt. En þú er komið, þú veist, hérna erum við að tala um... Má ég klára það? Þú mátt klára þetta, já. Við höfum viljað flýta þessu ennþá meira og setja umsóknarfrestin kannski bara í mars, þú far svar í júní hvort þú verður á launum næsta ár og eftir. Byrjar eftir sem árum 1. janúar og svo ertu sem sagt, þú veist farið eitthvað mánuð þá getur það bara raðað því og núna getur til dæmis verið, þú far 6 mánuð þá getur þú ákveðið að fá hálfa greiðslu hverju mánuði. Þannig að það er búið, þú veist, það er búið svona eins og þú segir, plast, þú veist, stanslaust aðeins, en þá sagði ég líka, þá getur við alveg lent í því að það kemur inn einhver umsókn einhverja bók, svo gengur bara rosalega vel að skrifa þessa bók og hún er komin út þegar það er tilkynnt. Og þá sagði okkar dásamlegi Óskar sem vinnur hjá Rannís, það er allt í lagi, þetta eru starfslaun og þeir sem eru á starfslaunum, þeim er bara treyst til þess að vinna. En af hverju er það kerfi ekki bara tekið upp að þeir sem eru á starfslaunum er treyst til þess að vinna? Vegna þess að það er það ekki, vegna þess að þú þarft að fá nefndina sem veitir stimpilinn á þessa tilteknu hugmynd og fyrir utan alltaf mína hamsögu sem er óbóðsleg, þá þekki ég líka fullt af dæmum rithöfunda sem að fá eitthvað styrk, skrifa frábæra bók, bara besta verk og síðan þetta er af ritlunum árið eftir og þurfa að fara í aðra vinnu og þetta er nú kannski ekki alveg eins og íþróttunum þar sem að menn hafa bara nokkur ár en eiga síður, þá er kannski eitthvað tímabili í lífi fólks þar sem að það er bara virkilega frjótt og virkilega gott og akkur er þá að taka menn á launum á þeim tíma fyrir eitthvað heldur að nei, það skulle bara hugsa frá grunni, það er alltaf að segja þetta er svo erfitt og þungt í vöðum, þetta voru frjóasta fólki á landinu og mest hugmyndaríka en alltaf þegar maður reynir að ræða þetta kerfi þá er alltaf bara sagt, það er ekki hægt að breyta neinu, nema einhverju smá. Ég er alls ekki sammálaður að það sé ekki hægt að breyta þessu. Við getum, það væri hægt að henda þessu kerfi, en ég held að það væri til dæmis bara alveg hræðilegt vegna þess að þrátt fyrir alla gallana
þá þetta grunnurinn á allri listsköpun meira og minna á landinu. En þetta alltaf mikilvægt að vera í höndum 30 einstaklinga. Já, en þess vegna skiptir svo miklu máli að þeir séu róterandi. Já, en hvernig væri, þú hefur ekki svarað þessu ennþá. En af hverju ætti ég að svara það? Ég bjó ekki til þetta Nei, þú ert að svara fyrir það hérna. Nei, ég bara að reyna að útskýra hvernig þetta virkar. Ég að leggja fram hugmynd. Já, og Viltu hlusta á hana? Ég er búin að heyra hana. Ertu búin að heyra hana? Já, þú fórst yfir hann í fyrra viðtali og varst að tala um hana hérna áðan, það ekki, að fólk fengi greitt eftir þú veist, afköstum, það ekki? Jú. Eftir því hvað það hefur gert. Raunverulega. En þá ertu í raun og veru alltaf að leggja í ófjármagna verkefni. Hver á að fjármagna þig á meðan þú veist að tekjurnar af sölinu koma alltaf langt á eftir. Sko, í öllum vinnum það þannig að þú fær borgað undir lok mánaðar, þannig að þú ert ófjármagnaður fyrsta mánuðin og þú eru bara að vinna þá. Sömuleiðis með námslán, þú veist að skila inn einingum undir lok annar og þá farðu námslán og ef þú staðið vel, þá farðu námslán og getur haldið áfram. Þannig að þú ert ekki að sækja eftir hverju önn hvort þú fáir að halda áfram næstu önn. Það verður náttúrulega kerfið sem enginn getur búið við og þess vegna er mér svo skrítið að það þykir eðlilega þannig því að það væri alveg auðvelt að hugsa sér kerfið þar sem að ef þú skilar ákveðni vinnu þá myndir þú bara fá laun fyrir það og þá getur þú haldið áfram og þá getur þú skrifað. En hver átt að fara þá yfir þá vinnu? Já, og meta það að hvort þetta væri, þú veist, fullnægjandi. Þetta væri komin hérna 3 kaflar, varst í heimildavinnu hérna í 3 mánuði og hvað? Það myndi ekki þurfa að meta það svo mikið vegna þess að reglunar gætu verið tiltræða skýrar. Auðvitað er alltaf vandamál, það er nú heldur betur vandamál þetta skeri, en ef reglunar væri skýrari, þá þyrfti ekki alltaf búa til nefnd sem myndi ákveða hver fái laun, af því að það myndi bara sjá hver er búin að vera að vinna og þá hérna færi hann útborgað. Ég bara vil hvetja fólk til þess að ef það vill kynna sig hvernig það virkar, að fara inn á listamannalaun.is og hvetja fólk bara til þess að vera frjótt og hugsa hvernig samfélagi við viljum hafa þar sem að einstaklingurinn getur haft einhver áunnu réttindi. Ég held að listin verður alltaf að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og frjótt fólk á alveg geta þetta í hug betra kerfi heldur en það sem við búum við sem að vissulega er gagnrýnt. En sko, þú veist, það er líka bara það, þú veist, þetta er náttúrulega, sko, við köllum okkur bókmenntaþjóð og erum við það, við erum að setja 300 milljónir, það hljómar fyrir venjulegt fólk heima hjá sér, þú veist, í alla rithöfunda á Íslandi og hinn peningurinn er bókasafnssjóður sem er, þú veist, 200 og eitthvað milljónir. Þannig að þetta er samtals, þú veist, 600 milljónir, þú veist, það kostar 300 milljónir að gera eitt hringtorg. Þú veist, ég menna að þetta er fáranlega lítill peningur. En það getur allir verið sammála það, en sko, ef þú ert tekjulaus, þá hljómar þessi 500.000 á mánuði í 3 mánuði eins og allir peningur í heiminum. Og það gerir það fyrir mér. 3 mánaða laun á ári myndi vera alveg nóg til þess að ég myndi ná endum saman. Og nú er ég búin að gera það mikið að kannski einhverjum tímapunkti ætti ég geta sagt hérna ekki komið að mér. Á ég rétt að fá 3 mánaða laun eftir 20 ára starf. Já, en hver einasta nefnd, 3 manna nefnd, hún tekur við umsóknum og eins og hún hafi aldrei séð neinar aðrar umsóknir og þú veist, allavega einn í nefndinni hefur aldrei séð að því að það getur aldrei neinn verið meir en 3 ár. Þannig að það byrja í raun allir, sko, í raun með... En þá erum við ekki að tala áunni réttindi, við erum alltaf að tala um skoðun og ákvörðun sem að 3 einstaklinga. Og ég er bara ekki algjörlega sammála þér með það að það er algjörlega út í hött fyrir, þú veist, okkur og sem bókmenntaþjóð að það eina sem rithöfundar fá frá bara hinum opinberum aðilum sé, þú veist, listamannalaun eitthvað 300 milljónir eins og eitt hringtorg eitthvað staðar við Þjóðaveginn og bókasafnssjóður upp á 270 eða hvað það nú er, ég man ekki alveg hvað það er vegna þess að sko, þetta er í alvöru talað, þetta er eins og starfsmannakostnaður við meðalskóla og leikskóla. En hver sem upphæðan verður, þá þurfum við alltaf að ræða hvernig á skiptinni. Já, en ég held að bara með fjölgun mánaða þá verður meira til.
Það er alltaf einhver detta fyrir utan, þannig að ég Að sjálfsögðu. Já, Og það er og það líka... hlýtur alltaf að spyrja hvernig þessu verður skipt. Já, ég meina 2020, þá bárust 2694 umsóknir. Einmitt, það eru umsóknir... Miklu fleiri. Já, það eru alltaf mjög margar umsóknir, það eru alltaf 3 einstaklingar sem ákveða hverjir fá laun það árið. Sko alla sjóðina, ekki bara í rithöfundasjóðina. En við verðum að finna eitthvað betra fyrirkomulag heldur en 3 manna nefnd sem ákveð hver fá laun og hver ekki. Ég er ekki endilega sammálaður með það, en ég er algjörlega sammálaður að við þurfum að gera miklu betur í þessu og búa til fjölbreyttari kerfi líka. Af því að þetta er bara, þú veist, það er alveg rétt hjá, það er ákveðin hópur höfundar, sérstaklega kannski sem hvernig þetta var áður. Það sem þetta vorum bara, þú veist, það var engin rökstuðningur baki vali nefndarinnar. Núna er rökstuðningur. En ég held í fyrsta lagi bara þannig að ég sé alveg klár, ég held að sé ekki pólitík í þessu BSI. Ég held að sé það bara ekki. Þessi tengslapólitík í þessu, ég held að sé ómeðvituð eins og með svo margt. Við höldum að við séum betri en við erum, við höldum að við séum ónæmar en við erum, en við erum bara sá sem þú hittir á Laugaveginum og hvort það er hlýtt á milli þín og hans eða ekki, það mun hafa einhver áhrif á það sem gerir síðar. Sko, já, ok, það er þín skoðun, ég er ósammála, það sem manneskjur koma saman, það verða skoðanir og tengsl og það, en þetta er þannig. Má þá ekki hafa bara kerfið það sem fólk var að borga fyrir sína vinnu? Það má alveg. Já, en hvernig væri þá bara að setja það á dagskrá? Ég náttúrulega er ekki stjórnvald. Nei, ok, en ég dempi það því út í samfélagi. Ég meina, við höfum talað fyrir því að það sé farin þessi norska leið að Já, svo sagt það, við erum alveg saman um það. Það væri til bóta. Og það ert að fá trygga eftirágreiðslu í raun fyrir hvert verk. Já, og það mætti jafnvel hugsa sér að taka það lengra og bara fella reiðlunarsjóð inn í það, þannig að fólk myndi bara fá eftir útlánum, þannig að það er þá allan eitthvað sem er hægt að reikna út. Ég held að ef við ætlum að hafa þetta þannig að það væri bara greitt eftir útlánum, eins og er bókasafnssjóð núna, þá væri til dæmis engin ljóðskuld að fá. Viljum við það? Nei, við viljum það ekki og það má líka finna eitthvað annað fyrir það. En þetta er ein leið til þess að sé hægt að reikna út. Hinn leiðin náttúrulega er bara að meða við. Ég meina að þú þarft til þess að eiga aðgang að hérna rithöfundasambandinu. Þá ertu að senda frá þér 2 bækur. Já, ég til dæmis, það er eitthvað sem ég myndi vilja breyta. Já, það er samt, það eru mjög margir sem senda frá sér eina bók og það er nú oft gjarnan mikil vonbrigði í tengslum við það. Fólk heldur að muni græða peninga á þessu nefnilega, sem það mun aldrei gera. Nei, það var nú Þór Viljársson sagði að hann hélt að það er blásist í skrúðgöngu þegar hann var búinn að skrifa sína fyrstu bók, en það var ekkert úr skrúðgöngunni. En þegar þú heldur áfram að skrifa næstu bók, þá áttu rétt á að ganga í sambandi. Já, þá getur þú sótt Já, þá ertu komin aðeins lengra og sýna það að eftir þessa kannski brostnu væntingar sem fylgdu fyrstu bókinni, þá ertu reiðum að halda áfram samt og gæti ekki verið eitthvað svipað fyrirkomulag með ritlaun eftir aðra bók, eða 3., eða 4., eða 5., eða 7., eða 7., 8., 9., eða 10. að einhverjum tímapunkti, þá getur þú sagt, ég er búinn að gera svona mikið og nú bara ég er eftir einhverjum launum, eftir alltaf þessa vinnu. Ég er eins og allt annað vinnandi fólk. Já, ég meina það þarf einhvern veginn að forgera það, ef að það væri hugmynd sem að, rithöfundasambandið einhver annar í kerfinu ætti að tala fyrir, að það sé bara, og ég meina, við erum líka, bara sérstaklega á vettvangi bíl, Bandalags íslenskra listamanna, við erum að skoða alls konar svona allianskerfi. Já, það er það sem ég er að leggja til hér. Já, allianskerfi er eitthvað sem að grípur, það er náttúrulega gagnast betur flytjandagreinum en höfundagreinum og grípur semst flytjandur á milli verkefna og þeir eru í raun bara í vinnu hjá einhverjum batteríi og það er að kalla því alls konar verkefni. Þetta er svona mismunandi bara útfærslur á ákveðnum stöðum. Í Írlandi hefur verið gerð tilraun með borgarlaun fyrir listamenn. Til dæmis, þarna er það komið einhver ný hugmynd. Það er gaman að heyra. Þetta er eitthvað sem við höfum alveg talað fyrir og bæði bíl og við og rithöfundasambandinu við myndum alls ekki útiloka þetta og þetta er sett í tilraun með ákveðin hóp listamanna á Írlandi, töluvert lægri greiðslur og þú getur sótt viku til viku. En ég meina eru það borgaralaunin að einhverju leyti tengd einhvers konar ákostum eða framlegð?
Ég bara verði eiginlega viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig það er metið, en þú þarft að sækja vikulega, ef ég skil þetta rétt. Já, en það er ekkit nöðsilegt alltaf, það má örgulega hægt þessi mörg fyrirkomulega á þessu, en þetta hljómar allavega sem einhver ný hugmynd. Ég meina, eins og þú sagði frá því að þú hefðir verið að vinna líka sem leiðsögumaður, að þú getur þá bara, þú veist, gætir þá verið á borgaralaunum viku fyrir viku, og svo bara tekur eitthvað túr og þá sækjur ekki borgarlaunin, þú veist. Já, það var alveg að hugsa sér eitthvað svoleiðis. Já, það mætti líka alveg hugsa sér að tekjutengja listamannalaun, þannig að þeir sem að hafa mikið af tekjum, þeir ég held að það sé enginn með mikla tekjur. Það er allir með mér tekjur þetta en ég. Já, en og þetta eru grunnlaun. Ég held að það sé bara fínt að við hendum upp alls konar spurningum. Ég er búin að hlusta á okkur tvö. Mér finnst bara mjög fínt að fá þau sjónarmið fram sem að hafa komið fram hjá ykkur báðum. Ég get sagt stutt að dæmi sig á sjálfum mér sem er kannski innlegg í þetta. Ég hef skrifað allt mitt líf. Já. Ég hef unnið fyrir mér með að vera blaðamaður allt mitt líf. Og það er leið sem að margir sem eru með svona einhvern rithöfundadraum í maganum bara fullnusta með að vera blaðamaður. En svo langaði mig líka til þess að verða rithöfundur. Ég hef orðið rithöfundur, ég hef skrifað 9 bækur sem hafa komið út, sumar hjá mjög stórum og flottum, forlögum og allt það. Þegar ég sótti listamannalaun í eldgamla daga, alinn upp fyrir norðan og enginn þekkti mig, þá var það aldrei séns. Það vissi enginn að ég var til. Ég hafði náttúrulega ekki alist upp með réttu krökkunum inn í rétta umhverfinu og svo framvegis og það var augljóst að enginn vissi að ég var til. En svo þegar ég bjó fyrir norðan og ég sótti listamannalaun til míns nær umhverfis sem vissi að ég var til, þá bara varð ég bæjarlistamaður. Já, og fekk bara 6 mánaða ritlaun og gat klárað bók sem að mér fannst að ég þyrfti að klára og fekk bara rosa fína dóma eins og margt af bókunum mínum. Það var engin fylgni á milli þess hvort bækurnar mínar fengu fína dóma, voru lesnar, þurftu prentun 2 eða eitthvað svoleiðis, eða hvað fólki fyrir sunnan gerði þegar ég sendi þeim umsókn. Ég bara átti aldrei séns vegna þess að ég var ekki hluti af þessari menningu. Þannig lít ég á það. Já, en ég var á tundrunni, ég var á freðmýrinni fyrir norðan. Ég var á tundrunni. Ég bjó á tundrunni, Margrét. Freðmýrinni fyrir norðan. Nei, en á einhverjum tímpúti þá verður að vera leið inn. Þessi saga Vals, það eru til hundruðir svona sagna og við þurfum, við megum ekki, Margrét, staðir fyrir að brenda á grafið, þá náttúrulega má bara hafa þetta fyrirfram gefið. Mér finnst mjög flott hjá þér að koma og taka þessu umræðu. Ég hef einhver tappa. Mér finnst þú hugrakkt. Ég hef engan tappa, vissulega. Þess vegna kom Valur og talaði við mig í síðustu viku. Hann hafði engan tappa. Það er ekki langur biðlista fólki sem langar að vera formaður rithöfundasambandsins. Það er ekki gróða fyrirtæki að gera það. Nei. Þetta er hugsun og starf og ég vil gera þetta kerfi betra. Já. Ég hef hins vegar ekki beina aðkomu að því. Ég er ekki stjórnvaldið. Það er ekki ég sem ákveð hverju fær litrán og hverju ekki. Það er ekki ég einu svona sem vel í nefndina sem að færi þetta. Þetta er að við viljum hafa armslengd á milli rithöfundasambandsins og þessarar nefndar. Við viljum ekki vita hvaða fólk þetta er. Nei, en mest skapandi fólk þjóðarinnar hlýtur að geta rætt hvernig fyrirkomulag það vill hafa og það er mjög gott að fá þessa ísku pælingu sem að voru gaman að vita meirum. Ég skrifa mastersritgerð stuðningskerfi við rithöfunda á Íslandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, gerði samanburð á þessu og hún er inn á skemminu ef þið viljið skoða hvað er að vera að gera í öðrum löndum. Ég hef stúderað þetta í grunninn. Ég persónulega, þótt ég hef ekki alltaf komið vel út úr listamannalaunakerfinu, þá held ég að það sé nauðsynlegt að hafa það og það sé góður grunnur og það sé forsenda sköpunar á Íslandi, en það er algjörlega fáránlegt
að við sem köllum okkur bókmenntaþjóð sem ekki að setja meira í bókmenntirnar og frumsköpunina en sem samsvarar einu hringtorki á ári. Þetta er til skammar. Það sem að mér finnst koma út úr þessari umræðu okkar, þótt enginn sé dómari í eigin sök, er að hún en það er engin sök hér, á engin einar sök Þetta hér við er orðtak, Margrét. Þetta er orðtak. Það er engin sök Enginn er dómari í eigin sök, er orðtak, ekki bókstaflegt. Nei. Þetta er umdeilt. Ef ég má halda áfram. Það er það að við höfum verið með svo polariseraða umræðu, hún er annars vegar sú að þessir listamenn sem gjarnan fá bara full laun ár eftir ár, þeir hafa hátt og þeir sé að kerfið er bara frábært og það bara verður að vera svona. Og svo hinum megin erum við með fjölmiðla sem einmitt leggja saman blaðsíður og eru með mjög ómálefnalega umfjöllun og það hefur bara allt og lítil umræða verið þarna einhvers staðar mitt á milli sem bæði horfir til kosta og galla við það kerfi sem við búum við. Og mér hefur fundist Valur sem að svaraði því kalli þegar ég hafði samband við hann og var búinn að sjá Facebook-fæslurnar hans. Mér hefur fundist hann með hans framlagi núna í 2 viðtölum hafa lagt eitthvað fram sem að þurft að segja. Mér fannst hann hugrakkur, mér finnst hann hugrakkur. Því að það hefur nú eins og þú þekkir, Margrét, náttúrulega Marinski sem hefur haft alls konar skoðanir á spillingu, að yfirleitt hefur það ekki þótt gott að gaggrina eitthvað ef maður hefur ætlað að fá vonum ef maður hefur ætlað að eiga vonum bitling frá því, þá hefur nú íslenska leiðin verið svo að þegja og bíða og standa sér veðrið. Kannski er ég hugrakasti höfundur íslenska bókmennta og ekki bara svo blankasti. En það allt sem þú hefur sagt hefur mér fundist hafa mikla þýðingu og ég bara ætla að vona að við höldum áfram að ræða þetta. Ég held líka bara að þú veist, það er ekki kerfi fullkomið en ég held að þú veist, það hafi verið gæfuspor að taka þetta inn í Rannís á sínum tíma, þótt það sé ekki allir sammála það. Ég er efins þar vegna þess, ég meina, við náttúrulega erum með sögur, ég veit ekki hvort þær eru sannar að ákveðnir höfundar hafi bara sett inn krota aftan umslagið vildi listamannalaun og fengið í gamla kerfinu í gamla daga. Já, en þá kerfið hafi verið hræðilega spilt áður fyrir þá því ekki að það sé fullkomin núna. Þannig að ég held að ég bara geta hugmyndir frá grunni hvað þetta er þetta laun, þá hluta þau að vera fyrir vinnu. En ég held að það sé ekki spilling í þessu. Ég bara, þú veist, ég sé ekki, þú veist, það er alveg rétt hjá þér að það er alltaf, við erum alltaf hluta einhverjum tankagangi og hann getur verið ómeðvitaður. Og hann hlýtur að vera það. Það er engin pólitísk aðkoma þessu, það er í raun engin menningarpólitík aðkoma þessu heldur. Nei, en skoðanir nefndarmanna hljóta að skipta máli, það geti ekki gert annað og það getur komið alls konar þetta inn í. Sveiflur að fyrir, þú veist, einhverjum 7 árum fekk enginn yfir 70 og núna allt í einu. Ég er nú ekki að sjá neitt rosalega miklar sveiflur verði ég að segja. En ég meina, þú veist, ég sé þar alveg, ég meina, þú veist, það er stjórn listamannalauna sem er svona batteri yfir. Og síðan má líka spyrja sig, er svo gott að hafa sveiflur sem að þá augljóslega eru byggðar og geðþótt einhverja nefndar, frekar heldur þetta sé bara fólk viti að ég vinn og ég fæ laun. En það er líka bara þannig að þegar þetta var sem sagt kerfinu komið á og 92. Hverju voru að fá? Jú, það voru skáldsögnahöfundar, ljóðskáld, leikskáld og það voru ekkert mikið meiri. Hvað erum við með núna? Við erum með barnabókahöfunda, við erum með höfunda erlendum uppruna, þýðendur hafa fengið, þú veist, og alls konar fleiri og þetta er miklu fjölbreyttari hópur án þess að mánuðum hafi fjölgað nokkuð skapaðanlegt. En aftur, þá eiga fólk bara að fá borgað fyrir sína vinnu frekar heldur en þetta sveiflist svona árið til árs og stundum sveiflast ekki. Já, það er annað kerfi og ég held að að því gefnu að sannarlega séu ákveðin gæða viðmið virt eins og engin vafileikur á í tilfelli Vals. Nei, bara hellingur að gæðum endurtekið, hámenntaður rithöfundur leggur allt undir áratug eftir áratug og fær ekki neitt. Aftur til Normanna. Og þetta er þetta vekur spurningar. Þegar við horfum aftur til Normanna að þá er þetta í raun automatist þessar greiðslur ef að útgefandinn er í fagfélögum útgefandi og þau eru 2 því að þeir eru náttúrulega sjálfsögðu með kristilega útgefandur í sérfélagi að þeir eru í Noregi en ef þú ert ekki þar þá ferðu fyrir nefndina
og þannig að þá getur bara lagt verkið þarna fram, er þetta verk sem þið myndir kaupa, höfundar geta gert það, farið með það til útgefanda og sagt, nefndin er búin að segja já, þau myndir kaupa þessa bók og þá er engin fjárhagslegur þá er útgefandinn ekki að fara að tapa neitt á þessu og segja bara ok, ég gef þetta út. Já, en og margt gott í Noregi, þetta samt kemur kannski í ritlunum ekki endilega við. Nei, en þetta er þetta kerfi þar sem fólk fær í raun greitt fyrir afkvöstin, fyrir hvað er að gera. En þar í Noregi er líka, ef einhver útgefandi gefur út einhverja bók sem bara nær svo ekkert máli, þú veist, að vanta til dæmis öll orðin eða, þú veist, eitthvað er ábótavant og þá er hægt að segja, heyrðu, nei, nú tökum við bara styrkja tilbaka. Heyrðu, tíma okkar er á þrotum í dag, en ég er að hugsa að reyna að finna einhverja framhaldsvinkla á þessa umræðu og þið getið hjálpað mér, þeir sem eru að núti, þeir sem hafið áhuga á þessum málum. Bara sendið mér tölvupóst eða hringið í mig eða sendið mér einkaskilaboð á Messenger og ég er til í að halda áfram að fjalla þetta. Mér finnst þetta eitt af því sem er hægt að fjalla með öðrum hætti en verið hefur. En Margrét, kæra þakkir fyrir komuna. Búið að vera mjög ánægilegt að fá þig hér. Og Valur, ég held að þú sért útskrifaður. Þú fengir núna 2 viðtöl og nú höldum við áfram. Já, mann er þetta bara að hýtur að halda áfram, það vil réttindin fást. Og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.